Ágætu ráðstefnugestir. Ég ætla að taka við þar sem að Daði hætti og horfa aðeins á hvað þættir hafa áhrif á virðiskeðjuna. Aðeins að fara yfir þróun virðiskeðjunar, hvað hefur skapað verðmæti og líka hvað hefur eyðilagt verðmæti. Og fara svo aðeins yfir hvernig samkeppnisþættir hafa breyst. En eins og Daði kom inn á það voru mikla breytingar, hvort að 20 ár eða 30 ár, læt ég kyrrt liggja, en 1990 þá var alveg klárt að það var aðskilnaður milli veiða og vinnslu annars vegar og markaðsmála hins vegar. Það voru sölusamtök framleiðenda sem sáu útflutning og viðskiptavinir fiskvinnslunar og vinnslunnar voru frystiklefar og vörugeymslur. Ákvörðunartaka byggðist meira og minna á framleiðasprám sölusamtaka og spá birgðartíma og annað þvíumlíkt. Lengi vel voru þetta 3 fyrirtæki, raunverulega fleiri, 5 kannski sölusamtök sem höfðu útflutningsleyfi, jafnvel einkaleyfi eins og Sif hafði á saltfiski. Það voru samvinnufyrirtæki í eigu framleiðenda og framleiðendur voru skylduðir til að selja í gegnum sölusamtökin. Það sem gerðist í þessu sölusamtökum það var skortur á markaðsupplýsingum. Sjálfur starfaði ég í fiskvinnslu sem framleiðslustjóri og verkstjóri og ég gat aldrei nokkuð tímann tala við dótturfyrirtæki eða mann sem var út á markaði. Það var gert einu sinni á ári, framleiðendafundum, þar sem var hellt í okkur nóg miklu brennivíni svo við vorum glaðir og tækjum þetta allt sem heilagan sannleika. Eftir 90 og milli 97 þá einkennist tímabilið á miklum breytingum á grunngerði í sjávarútveginum, þar að segja markaðsgeranum. Þá fara að koma að brotna þessi útflutningsleyfi og við förum að sjá fyrirtæki sjálfum söluna. Bara til þess að sýna ykkur dæmi hvernig sölumiðstöðin var með tengsl sín við framleiðendur sem þessi litla hrúga sem var allir meðhöndlaðir á sama hátt. Við gátum haft samband við móðurfyrirtækið, ekki beint í dótturfyrirtæki sem seldu. Síðan voru í kringum þetta fyrirtæki sem framleiðdi pakningar, sáu flutninga, voru með tryggingar og sáu líka að halda uppi félagslífinu þínu með góðum samkomunum. Útilokað allir meðhöndlar eins, sama verð fyrir alla, alveg óháð gæðum eða öðrum þáttum. 97-99 breyttist þetta þannig að þú gast farið að hafa beint samband við dótturfyrirtækin, þannig að markaðsupplýsingar fóru að skila sér sem síðan leiddi til þess að sölusamtökin þau liðuðust í sundur með að fóru að selja beint. Samkeppnisþættir sjávarútvegs á þessum tíma réðust fyrst og fremst að því að hafa nálægð við mið. Hafa stjórnarsetu í sölusamtökum, svo fengi markaðsupplýsingar inn á þitt borð. Það var eina leiðin til þess. Og menn skiptu svo í að vera Bretlandsmenn eða Ameríkumenn og eftir hvar þeir áttu menn í stjórn. Þetta byggðist á pólitísku tengslum til þess að tryggja aðgengi að fjármagni. Þá voru forverar Þórodds í lykilstöðu og vinsæli menn. Virðiskeðja í botnfiski sem að Daði kom hér með. Hendin hérna upp aftur, þetta sjálfur sér mjög einfalt. Stærsti hlutin af verðmætasköpuninni fer fram erlendis, hún fer fram markaðsmegin. Fyrri rannsóknir sýna að verðmætasköpunin á Íslandi var sirka 40%, 60% erlendis. Þetta mismunandi eftir vöruflokkum og þið sem í sjávarútvegi þekki betur hvernig þetta akkúrat í dag, en í þeim rannsóknum sem ég hef unnið með fleirum, þá erum við að sjá í ferskum flatarbitum að allt upp í 60% af verðmætasköpuninni fer fram innanlands í dag. Ef við skoðum þróunarlönd, þá erum við að tala að kannski 5-10% af verðmætasköpuninni fer fram í heimalandi, annað fer fram í flutningi, heildsölu, smásölu, endurpakningu og öðrum.
Þannig að til þess að vinna að aukinni verðmætasköpun þá verðum við að vinna markaðsmegin. Við verðum að komast lengra inn á markaðinn, sleppa einhverjum milliliðum og vera með hærra vinnslustig. Það er eiginlega lykilatriði. Við sköpum verðmæti þegar við seljum vöruna, ekki þegar við erum að framleiða hana sem slíkt. Áhrifaþættir á virðiskeðjuna í gegnum þessa tíð hafa verið nokkrir og þetta er bara dæmi um það. Fiskmarkaðir var mjög mikið skref þegar þeir voru stofnaðir. Fiskveiðistjórnunarkerfið og sérstaklega framseljanlegar aflaheimildir. EFTA-samningar sem opnuðu fyrir Evrópumarkað sem mikilvægasta markað okkar, færði áhersluna frá Bandaríkjunum, afnám útflutningsleyfa, aðgengi að fjármálamörkuðum, fyrst hlutabréfamörkuðum og svo lánamarkaðir. Menn fóru kannski full lánt inn í þá markaði á tímabili, en hefur samt mikil áhrif. Sjófrysting, landfrysting var að tapa fyrir sjófrystingu á tímabili og maður sjá allt var að flytjast út á sjó og það ýtti undir framfarir í landvinnslu, miklar tækniframfarir og svo bættar samgöngur. Og við erum hættir að sjá að menn að nota fiskiskipin sem fraktskip að sigla með afla heldur þessu trukkað á milli staða. Mikilvægustu þættirnir, samkvæmt þeim rannsóknum sem ég hef verið að vinna að og fleirum, eru þrír. Það eru fiskmarkaðir, það er breytingar á skipulagsgerð sjávarútvegs og það er fiskveiðistjórnunarkerfi. Ég ætla aðeins að fara betur ofan í þessa þætti. Fiskmarkaðir, þegar þeir eru stofnar, þá skapa þeir tækifæri fyrir sérhæfingu vinnslu. Það tekur smá tíma, en það er alveg ljóst að fyrirtæki, vinnslufyrirtæki er að selja frá sér aukaafla og kaupa það sem að þeirra sérhæfa sig að vinna þorsk, ýsu, flatfisk, steinbít. Þannig að við erum að ná, þetta er hluta þeirri skýringu að hverju við erum að ná meira út úr þessum tegundum heldur til dæmis Norðmenn. Þetta hefur líka opnað tækifæri fyrir nýsköpun og ný fyrirtæki að koma inn í sérstaklega vinnslu þáttinn. Hlutfallslega lítið magn og hátt verð á fiskmörkuðum hefur skapað þrýsting fyrir aukna verðmætasköpun. Í viðtölum við stjórnendur í sjávarútvegi þá kom þetta skýrt fram að þegar fiskmarkaðir voru stofnaðir, hættir að vera með samninga beint við báta, þá urðu þeir að finna leiðir til að fá meira fyrir sína afurðir. Það jók áhersluna á ferskflök, flakabita, beintengsl við kaupendur eins og súpermarkað og annað. Fiskmarkaðir hafa líka leitt til skýrari verðmyndunar á fiski og klárlega aukið sveigjanleika í sjávarútvegi. Menn hafa getað bætt inn þegar vantar fisk og tryggt þannig betur afhendingaröryggi. Skipulagsgerðin er líka stórt atriði í þessu. Hún fer að nokkru leyti saman við það að það hefur verið minnkandi kvóti og minnkandi afli. Ef ekki hefði verið framseljanlegur kvóti, þá hefði verið voðalega erfitt fyrir þessa samþjöppun og fyrir iðnaðinn að vera arðbæran meðan þessi niðurskurður á sér stað. Hver hefði staðan verið? Hefðu við skorið niður fiskafla eins og gert var og við ekki verið með framseljanlega kvóta, þá hefðu við sennilega verið með öll fyrirtæki sjávarútvegi á hausnum staðinn fyrir að sumir illast öll en önnur heilt yfir hefur iðnaðurinn staðið vel. Mikilvægastu þátturinn í þessu er sá að markaðsmál eru nú sinnt af framleiðendum. Bæði í beintengsl, beinir samningar, þetta er líka gert í tengslum við sölu fyrirtæki, en þau eru ekki eins og var að blokka markaðsupplýsingar, heldur að vinna að því að koma beinum tengslum á í dag. Þetta hefur það för með sér að við erum að nýta markaðsupplýsingar til að stýra virðiskeðjunni, veiðum og vinnslu og tryggja að það sé gert miðað við markaðsaðstæður en ekki miðað við hvað getum við veitt eins og við gerðum fyrir 20-30 árum síðan. Skipulagsgerðin hefur þróast aðalega tvær meginstefnur, það er til þess að gera stór lóðrétt samþætt fyrirtæki sem að ná yfir veiðar, vinnslu og markaðsmál og eru þó oft með hátækni framleiðslu og svo líka smærri sjálfstæð fyrirtæki sem eru þá jafnvel bara í vinnslu þættinum
vinnslu og markaði eða eitthvað þvíumlíkt. Lykilatriðis öllu saman það að það frjálsræði að ákveða hvernig við staðsetjum okkur í virðiskeðjunni. Það frjálsræði sem að í mörgum löndum ekki til staðar, það sem krafist aðskilnaðar veiðar og vinnslu. Þannig að hvert fyrirtæki getur aðlaga sig að þeirri stefnu sem að það kýs. Sá þáttur sem að kannski mest umdeildur og hefur hvað mest áhrif á virðiskeðjuna, það fiskveiðistjórnunarkerfið. Og ég ætla að fara hérna aðeins í gegnum niðurstöður á rannsókn sem var gerð 2011 í tengslum við endurskoðun á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Það viðtöl við 17 stjórnendur, 10 í lóðréttu samþættum fyrirtækjum og 7 stjórnendum markaðsfyrirtækja. Það komu nokkrir lykilþættir út úr viðtölunum, 8 þættir sem að þeir lögðu áherslu á og nota benn, þetta greining á þeirra orðum og þeirra niðurstöðum, en lykilþættirnir voru langtíma hugsun, notkun á markaðsupplýsingum og markaðstengslum, hvernig gátu nýtt þá, sveigjanleiki, stöðuleiki, afhendingaröryggi, traust, sérhæfing og það ýtt undir aukna verðmætasköpun. Fyrsti þátturinn þar sem menn kannski lögðu megin áherslu á, það var hvað fiskveiðistjórnunarkerfið hefði ýtt undir langtíma hugsun, þar sem þeir hefðu áttað sig á hvað þeir voru með í höndunum og fóru að nýta markaðstengslin til þess að tryggja afhendingaröryggi vörunar, það grundvallarinn að tryggja rétt gæði á réttri vöru. Menn nefndu mikið þessi tengsl langtíma hugsunar og markaðstengsl og það hafi tekið þá tíma. Það mjög mikilvægt að vita hvað sé mikið sé veitt og hvar og hvenær sé hægt sé að veiða til þess að skapa þetta afhendingaröryggi. Og að kerfið, fiskveiðistjórnunarkerfið hafi ýtt undir það að þeir hefðu haft þessa stýringu á veiðum, á veiðunni, allir keðjunum frá veiðum til markað. Þetta ekki spurningin að sé lokað í ákveðna daga, þeir vita hvað þeir eru með, þeir geta stýrt í. Menn nefndu mikið hvernig mismunurinn á Noregi og Íslandi, hvernig Íslendingar höfðu tekist að þjóna markaðnum og markaðshugsuninni eins og Daði kom skýrt inn á, meðan að Norðmennirnir væru að þjóna veiðunum. Þeir væru ennþá í vertíðarhugsuninni. Við veiðum fiskinn þegar hann gengur fram hjá okkar svæði og við klárum þá að veiða. Menn nefndu dæmi þetta þegar Norðmenn koma inn á raunverulega vetrarvertíðinni hjá sér, lok janúar, febrúar, þá draga menn úr veiðum hér heima og framleiðslu á til dæmis eins og ferskum flakabitum. Norðmenn kom inn, dömpa verði, síðan fara þeir út af markanum og Íslendingarnir koma inn aftur. Stöðuleikinn var nefndur sem stórt atriði og líka það að það tekið að menn tíma átta sig á því hvernig þetta nýta fiskveiðistjórnunarkerfið til þess að stýra fyrirtækjunum. Lykilatriði í dag það að menn eru búin að selja fiskinn áður en veiðan og framleiða. En menn eru búin að gera samninga, taka ákvörðun hvað ætlar að gera og veiða svo. Veiða og nota fiskmarkaði til þess að bæta inn. Þetta telja menn hafa skapað mikið traust umfram það sem aðrar þjóðir hafa og fullið að þeir fái herra verð fyrir afurðirnar heldur en Norðmenn. Sjálfur sér ekki sönnun á því að það sé. En ég var á ráðstefnu í London fyrir ári síðan og hjá markaðsmönnum og það sem þeir kvörtuðu helst yfir að það var það að Íslendingar ætluðu að loka vinnslunum yfir jólin og fannst það djöfulegt þess að við höfum getað treyst á, nefndu það í sínum fyrirlestum, við höfum getað treyst á fisk frá Íslandi 12 mánuði á ári alveg eins og við höfum óskað eftir. Og við erum að keppa á þáttum sem að engin villtar veiðar gera. Við erum að keppa við eldisfisk í okkar mörkuðum. Við erum að keppa afhendingaröryggi, geta tryggt það að geta afhent rétta vöru, réttum tíma í réttum gæðum. Og það sé
háð því að það sé vegna þessar bæði samtengingarveiða vinnslu og það að menn geti ákveði hvað þeir eru með í höndunum. Sérhæfingin sé mjög mikilvæg í þessu til að skapa aukin verðmæti. Fiskmarkaðir hafa ýtt undir sérhæfingu í vinnslu, framsal aflaheimilda hafa ýtt undir eða stutt sérhæfingu veiðum, varanlegt framsal, klálega og svo aðlögun innan hvers veiðiárs. Ef við skoðum verðmæta aukningu, þróun hennar frá 1992 til 2010 tekið eftir tímabilum, þetta reiknað út frá FOB-verði og fiskmarkaðsverði, þá sjáum við það að verðmæta aukningin hefur orðið mest í ferskum flökum, frá því að vera 64% á fyrsta tímabilinu í 107%. Landfrystur fiskur hefur farið niður, það er kannski ekki óeðlilegt, þar sem að hluta til bestu bitarnir úr fisknum, flökunum eru komin í ferskflök, ferskur heill hefur dottið niður, sjófrystur hlutfallslega haldið sér en aðeins minnkað og saltað örlítið lækkað hlutfallið á þessari verðmætaaukningu. Þannig að við erum klárlega að vinna á því að vera í þessum fersku flökum og þessi menn lögðu áherslu á í þessari vöruþróun og annað að minna er meira. Þetta er allt spurningi að hafa hlutin náttúrulegan, ekki bæta við að vera brauða, fisk, setja sósur eða grænmeti og verðmætaaukningin hafi komið út frá þróun á umbúðum og tækni við að hafa nákvæmari bita, nákvæmari vöru, auka gæðin þar og lágmarka það sem menn kalla veist, úrgang, lenging líftíma og það er ábyggilega Sveinn kemur til með að fara inn á þessa þætti betur í sínum fyrirlestri hér á eftir. Menn nefndu þennan samanburð við Noreg, hvað þeir eru vertíðabundnir í veiðum og sinni vinnslu og telja sig fá hærra verð. Daði fór yfir þetta og sýndi ykkur raunverulega mjög svipaða glæru yfir hvað við erum að leggja mikið meiri áherslu á dýrari vörur heldur normenn og það er að því við erum að stýra þessari virðiskeðju. Samkeppnisforsendur í dag byggjast í mikið meira á því að við erum með tengsl við markað, við erum með þau beint, við erum með þau gegnum söluaðila en framleiðandinn, hann er í tengslu við markað og nýtir þær upplýsingar til að stýra virðiskeðjunni. Við erum með góðar samgöngur og það hefur orðið samkeppnisforsendur í dag, það er til dæmis nálað við flugvöll. Það er það sem að svæði hér skortir á að einhverju leyti og akstursleiðir. Og það er stöðuleiki. Lykilþættirnir í verðmætasköpun og til þess að auka verðmætasköpun felast því að mínu viti í því að vera með bein tengsl við markaði og nýta þær markaðsupplýsingar til að geta afhent rétta vöru á réttum gæðum og réttum tíma og geta tryggt stöðuleika. Og þetta eru sömu þættir og við erum að keppa við eldisfisk. Möguleikar á aukinni verðmætasköpun, Sveinn fer örugglega meiri það hér og eftir. Markaðstengslin, það eru tækniframfarir sem koma til með að auka líftíma vöru, ná ódýrari flutningskostnaði ef við lengjum líftíman að geta flutt meira með skipum heldur en flugi. Lykilatriðis öllu saman er það að við séum með markaðsdrifna virðiskeðju en förum ekki aftur tilbaka í veiðadrifna virðiskeðju sem er ákveðin tendens til. Takk fyrir.